Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 22. mars er 4. sunnudagur í föstu. Þema dagsins er Guðs lambið, endurlausnarinn. Lexían inniheldur frásögnin af því Guð sagði Abraham að fórna Ísaki syni sínum. Í pistlinu stendur að Jesús sé nú æðsti prestur okkar á himnum og í Guðspjallinu biðja Jakob og Jóhannes Jesú að fá að sitja við hlið hans í Guðs ríki. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap Lexían færir okkur en hún úr 1. Mósebók. Eftir þessa atburði reyndi Guð Abraham. Hann mælti til hans Abraham og hann svaraði, hér er ég. Hann sagði, tak þú son þinn, einkason þinn sem þú elskar, hann Ísak, og far þú til Móríalands og fórna honum sem brennifórn á því fjalli sem ég mun vísa þér á. Árla morguns söðlaði Abraham asna sinn, tók með sér 2 af sveinum sínum og Ísak son sinn, klauf við til brennifórnar og lagði síðan af stað og hélt til þess staðar sem Guð hafði sagt honum. Á 3. degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðinn álengdar. Hann sagði þá við sveina sína, bíðið hérna hjá asnanum en við drengurinn munum ganga þangað upp eftir til að biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Abraham tók nú brennifórnarviðinn og lagði Ísak syni sínum á herðar, en eldinn og hnífinn tók hann sér í hönd. Og þeir gengu báðir saman. Þá sagði Ísak við Abraham föður sinn, faðir minn, og hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Ísak mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham svaraði, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnar, sonur minn. Og þeir gengu báðir saman. Nú komu þeir á staðinn sem Guð hafði talað Þar reisti Abraham altari, lagði viðinn á, batt Ísak son sinn og lagði hann á altarið ofan á viðinn. Þá tók Abraham hnífinn í hönd sér til þess að slátra syni sínum. En engill drottins kallaði til hans af himni og mælti, Abraham, Abraham, og hann svaraði, hér er ég. Engillinn sagði, legðu ekki hönd á sveininn og gerðu honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þú hefur jafnvel ekki synjað mér son þinn, einkason þinn. Þá hóf Abraham upp augu sín og sá hvar hrútur satt fastur á hornunum í greina þykkni. Fór hann þangað, tók hrútinn og fórnaði honum sem brennifórn í stað sonar síns. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag Guðs lambið eða endurlausnarinn. Og nýlega sagði ég ykkur að leið og syndin kom í heiminn hafi Guð innleitt fórnarkerfi, þó það komi hvergi fram. Það sjáum við á því að bæði Kain og Abel færðu Guði fórnir og að Guð vildi ákveðna fórn, blóðfórn. Og það fyrsta sem að Nói gerði þegar hann steig á land var að reisa Guði altari og færa honum brennifórn. Þannig að fórnir til Guðs áttu sér stað áður en Móse kom með lögmálið og boðorðin niður af Sínaífjalli. Lög Móse gef okkur hins vegar skýra mynd af fórnarkerfinu. Það má svo sannarlega taka eftirfarandi lög til greina varðandi synd Adams og Evu. En í lögum Móse stendur,
Syndgi einhver eða fremji eitthvað sem Drottinn hefur bannað í einhverju boða sinna, án þess að hann gerir sér það ljóst, verður hann sekur og bakar sér sekt. Og það má segja að þessi lög hafi verið sniðin fyrir Adam og Evu sem voru of saklaus, þau þekktu ekkert illt, en þó þau gerðu sér ekki ljóst hvaða afleiðingar brot þeirra hafði, voru þau samt sek. Viðurlögin fyrir þetta brot var að færa prestinum lýtalausan hrút úr hjörðinni sem metin eins og sektar fórnardýr. Athugið það ekki nautgripur, geit eða dúfa, heldur lýtalaus hrútur. Þannig að sektargreiðslan fyrir hina fyrstu synd, Adam og Evu, var lýtalaus hrútur. En víkjum sögunni að Abraham og Ísak sem gerist fyrir tíma lögmálsins og áður en líður Guðs fór til Egyptalands. Í þessari frásögn fer Guð fram á það við Abraham að hann fórni Ísaki einkasyni sínum. Abraham átti fyrir son með Hagar, ambátt Söru, en Ísak var eini sonur hans fæddur samkvæmt fyrirheiti. Sagan skýr fyrirboði fórn Jesú, einkasonar Guðs, og var prófraun fyrir trú Abrahams. Reyndar hafði Guð ekki í hyggju að láta Abraham ganga í gegnum þessa prófraun, því Guð hefur talað gegn mannfórnum heiðingja. En fyrirskipun Guðs var: tak þú son þinn, einkason þinn sem þú elskar, hann Ísak, og far þú til Móríalands og fórna honum sem brennifórn á því fjalli sem ég mun vísa þér á. Abraham hlýddi umsvifalaust og þeir feðgar þurftu að ferðast í 3 daga til að komast á áfangastað til Móría. Móría fjallgarður þar sem Jerúsalem og þar sem Golgata stóð. En í 2. Krónikubók segir að Salómon hafi reist hús Drottins, það musterið, í Jerúsalem á Móría fjalli. Abraham var því á leiðinni að Golgata með einkason sinn Ísak. Abraham hefur ekki þekkt landsvæðið, hann hefur ekki gert ráð fyrir því að finna þar eldivið, svo hann klauf viðinn fyrir ferðina og tók með sér. Svo ákveðinn var hann að framfylgja boði Guðs. En hann lét Ísak bera viðinn upp á hæðina og líklegasta skýringin að Abraham hafi verið kominn að niðurlotum á sál og líkama þegar hann sá fórnarhæðina og vissi hvað beið hans. Það Ísak sem áttar sig á að það vanti fórnardýr. Hann spyr hvar sauðurinn, en í King James í ensku biblíunni bein þýðing hvar lambið. Þeir höfðu ekkert lamb. Abraham batt Ísak og kom honum fyrir á altarinu. Abraham var 95 ára þegar Drottinn birtist honum og gerði við hann sáttmála að margfalda afkomendur hans og að hann yrði ættfaðir margra þjóða. Fræðimenn telja að Ísak hafi verið 20 til 25 ára þegar þeir feðgar fóru í þessa ferð. Abraham var því 120 ára og Ísak á besta aldri og hefði vel geta barist á móti því að vera fórnað. En ekkert slíkt tekið fram. Þegar Abraham reiddi hnífinn á loft, stöðvaði engill Guðs hann. Hann hafði staðist prófraunina, hann var tilbúinn að hlýða Guði í öllu, jafnvel fórna syni sínum.
Fyrir ferðina var Abraham réttlátur fyrir trú og nú fyrir verk. Trú hans var leiðin til hjálpræðis og verkið var sönnun á trú hans. Abraham var þess fullviss að Guð myndi sjá honum fyrir fórnardýri og svo var raunin. Fórnin var hrútur. Og munið að ég sagði áðan að sektargreiðslan fyrir hina fyrstu synd var lýtalaus hrútur. Nærri 500 árum síðar leiddi Móse fólkið út úr Egyptalandi, sótti boðorðin og lögmálið upp á Sínai og fórnarkerfið varð að skjalfestum lögum. Fyrir brottförina frá Egyptalandi átti fólkið að slátra lambi. Það átti að vera lýtalaust, veturgamalt hrútlamb og fólkið átti að merkja dyrastafi með blóði þess svo engill dauðans færi framhjá. Síðan voru sérstök fyrirmæli varðandi eldun. Það átti að vera steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum. Etið ekkert af því hrátt eða soðið í vatni, heldur steikt við eld ásamt haus, fótum og innyflum. Þið megið ekki leyfa neinu af því til næsta morguns. Það sem kann að verða eftir næsta morgun skulu þið brenna í eldi. Og eftir að Móse fékk lögmálið í hendur, eru skráð þessi ákvæði varðandi páskalambið, að hvorki leyfa neinu af því til næsta morguns né brjóta í því neitt bein. Og þegar Jesús dó á krossinum, þá tekið fram að ritningin rættist, ekkert bein hans skal brotið. Og hér verið að vísa í ákvæði varðandi páskalambið. Í fyrstu var fórna víða í landinu en musterið í Jerúsalem varð þegar að framliðu stundir aðal fórnarstaðurinn, Móría hæð, Golgata, þar sem Jesús var krossfestur og dauði hans var síðasta fórnin til friðþægingar fyrir syndir manna. Þegar Jóhannes skírari sá Jesú koma til sín, sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Og í opinberunarbókinni á mörgum stöðum vísað til Jesú sem lambsins. Í spádómi Jesaja Jesú segir, hann var hart leikinn og þjáður en lauk eigi upp munni sínum, fremur en lamb sem leitt til slátrunar. Já, þema dagsins Guðs lambið endurlausnarinn. Í sögunni af ferð Abrahams og Ísaks eru tvær áberandi táknmyndir. Ísak hinn elskaði sonur sem án mótbáru hlýddi föður sínum og lagðist á fórnaraltarið, en var reistur upp til áframhaldandi lífs. Hitt táknið hrúturinn, saklaust fórnarlamb, en blóði hans var úthellt fyrir aðra. Og síðan sjáum við að sektargreiðslan fyrir hina fyrstu synd var lýtalaus hrútur og þjóð Guðs átti að slátra hrútlambi fyrir brottförina frá Egyptalandi og fyrir blóð þess á dyrastafnum gekk engill dauðans framhjá. Allar þessar fórnir voru fyrirboði fyrir fórn Jesú. Hann Guðs lamb sem kom til að gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Og í Rómverjabréfinu segir Páll að kristnir menn eigi að bjóða sér fram sem lifandi fórn til Guðs, því lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Á meðan fórnarkerfi var við lýði, fór æðstipresturinn einu sinni á ári inn í hið allra helgasta í musterinu, að fórna reykelsi við altarið. Eftir fórn Jesú var ekki þörf á jarðneskum æðstapresti.
Í pistlinu stendur að Jesús upprisinn sé æðstiprestur á himnum og slíks æðsta prests höfum við þörf fyrir, sem heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðinn himnunum hærri. Hann æðstiprestur sem þarf ekki daglega eins og hinir æðstuprestarnir þurftu fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin syndir, síðan fyrir syndir liðsins. Því að það gerði hann í eitt skipti fyrir öll hann fórnfærði sjálfum sér. Já, lambi Guðs var fórnað í eitt skipti fyrir öll og okkur gefin sú gjöf að frelsast fyrir trú á hann. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti fyrir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.